Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ég náði einn gráan til þess að koma að spjalla. Hann var pínlítið í fréttum daginn vegna þess að hann og samstarfsfélagi og vinnuveitandi þeir tóku sig til og eru bara hættir að vinna. Sigþór Bjarnason sem hefur starfað hjá J.M. herrafattaverslun í mörg ár, hann ætlar að setjast inn í stólinn hjá okkur eftir smástund. Sigþór, velkomin. Takk. Ég get ekkert kallað þig Sigþór. Nei. Það enginn sem kallaði mig Sigþór nema bara amma kallaði mig Sigþór og hérna afi. Já. En ég hef ekki hitt marga sem kallaði mig Sigþór. Já. En hvaðan kemur þá þetta nafn Dandi? Það kemur nú úr mínu eigin höfði vegna þess að þetta tilbúið nafn. Og það skeiði þannig að manst eftir Roy Rogers og Tassan-myndunum. Já. Og einu sinni... Það er okkur að tala það. Einu sinni, já, ég kom svo langt aftur, átti ekki að fara langt aftur. Jú. Það hérna, einu sinni kom Tassan-mynd og það var litli Tassan sem var aðalatrið. Já. Manst eftir því? Ég man eftir því. Já, og hann í íslenskri þýðingu hét Bambi. Aha. Og stóru strákarnir hirtu það nafn í leikjum á eftirmyndinni, þá hirtu þeir þetta nafn og síðan fóru menn að kalla sig Sambi og Vambi og Lambi og allt þetta og ég fann þetta upp þetta dandanafn, ég veit ekki það hverju, það bara datt honi í kollin á mér og þá ég einhverstaðar milli 8 og 9 ára og það hefur loðað við mig síðan. Dandi. Þetta bara snoturt. Og í landi og alveg ótrúlega góðu standi. Það ekki? Jú. Eftir hvað mörg ár hjá J.M. Það nú ekki nema 48 ár. Já, þetta ekki neitt. Nei. Vannstu 48 ár hjá J.M. Já. 48 ár. Hvað varstu gamall? 19. Hvernig atvikaðist það á fórst að vinna í þessu? Sko, ég var nú búin að vera í múrverki í 3 ár hjá Gunóskas og með þeim ágætu félögum múrurum, alveg virkilega skemmtilegum órall. Já. Og að vísu voru þeir allir þórsarar nema ég. En þetta voru indalistrengir allt saman, eða þeir kölluðu mig alltaf strákpattan. Þeir voru árinu eldri. En svo auglýst eftir pressara. Ég hafði nú ekki lesið dúfnaveisluna eftir Laxness, en ég sótt og fekk þessa vinnu. Hjá Jóni? Hjá J.M. já. Og það var hjá fyrirtæki sem hét Burkni og var á efri hæðinni, en J.M. átti. Já. Og þar var verkstjóri Magnús Jónsson. Bróðir Jóns? Bróðir Jóns. Aha. Og hann kendi mér margt og þeir bræður kendu mér margt og ég læriði margt af þeim. En hvar var þá J.M. eða Jón sjálfur? Sko, J.M. var þá sko niðri í Gleragötu. Á horninu á móti Sjallanum? Beint fyrir neðan Sjallan, af því við tölum alltaf í áttum. Þá var það austan við Sjallan. Austan við Sjallan og norðvestan við Alþjóðhúsið. Já, akkurat. Þar var búðin? Þar var búðin. Já. Og þar saumaði Jón á mig fermingafötin. Voru saumað á þig fermingafötin? Já, saumaði á mig fermingafötin. Já. Og hvernig, var þetta einhver tilviljun á að sóttir þetta eða hvað? Þetta svo langt síðan. Ég held ég munið ekki. En örugglega var þetta tilviljun. Eins og allt í mínu lífi, allt tilviljanir. Það er nú oft svoleiðis. Já. En og ég var þarna sem pressari og svo var ég að sníða líka seinna
og það féllu alls konar störf til. En Þarna var 50 manns í vinnu. Hjá Burkna, Já. á saumastofunni. Já. Saumuðu gallabuxur og... Gallabuxur, við vorum að sauma skyrtur, stakka sem við köllum hérna fyrir norðan, stakka. Já. Og svona nælonstakka og svo vorum við að sauma bestúlpur fyrir Álafoss. Ef það var rólegt hjá okkur þá tókum við svoleiðisverkefni. Við saumum jakkaföt, öll jakkaföt fyrir Jóðum Jóð. Já, sem fóru inn á lager eða... Já, fóru oftast bara beint niður í búð. Já. Og svo saumum við fyrir Adam líka á þeim tíma. Já. Já. En hvarfla aldrei að þér að læra þá bara klæðaskurð? Nei, ég hef aldrei verið mikill námsmaður, þannig ég fór ekkert í það. Nei. Og þú vinnur hjá Jóni? Já. Alveg stanslaust hvað? Hvenær hættir hann? Jón, ég hætti hjá Jóni 84. 84? 84. Já. Þá tekur Raggi við. Tengdasonur hans? Já, og hann hringir í mig, þá ég að taka niður búð suður í Reykjavík sem að þau ráku, Jón og Hulda, voru í búðinni og ég var að taka niður innréttingar og setja á flutningabíl og koma norður. Og Raggi hringir mig þarna, þetta í janúar, þetta bara svipum tíma núna, þetta var í janúar 84 og spyr mig hvert ég vilji vinna hjá sér. Var hann þá tekinn við? Þá kaupir hann reksturinn. Já. Og við erum búin að vinna saman. Hann var að vinna líka í Burkna. Já. Við að sníða og búti sníð og gera alla kunstir sem að þurfti að gera þar. Og við kynnumst þar. Já. Og við erum búin að vinna saman í 48 ár. Já. En Raggi klæðskeri? Já, hann klæðskeri. Hann lærir það? Já. En hefur hann nokkur tíma saumað jakkaföt? Ég man það ekki. Jú, hann er örugglega sniðið, nokkur mörg. Já. Og hann þekkir þetta alveg út og inn, þennan fatasaum, sko. Já, vissulega. Endur náttúrulega hlýtur að það gerast þegar menn vinna svona mikið við þetta. Við tökum þetta alveg frá grunni og upp úr. Við lærum allt í framleiðsluferlinu og sem að var mjög fróðlegt og áhugavert og ég er búin að hafa gríðarlega gaman af þessari vinnu, alla tíð. Já. Þó þú standir í búðinni allan daginn og þurfir að sinna viðskiptavinnum og vera þægilegur og kurteis og allt þetta. Það er aldrei erfitt? Nei. Hefur aldrei fengið leiðilega? Nei, þetta er bara tóm gleði að umgangast fólk er bara gleði. Já, þú ert þannig maður. Já, það gefa manni allir eitthvað. Já. Ef þú gefur eitthvað af því sjálfur, þá færðu það tilbaka, tvöfalt. Já. En auðvitað hljótum við að þurfa að tala meira um þetta, en núna, það eru örfáir dagar síðan þú hættir að vinna. Já. Og þú búin að vinna frá því að ég var strákur. Já, bara frá því ég var 15 ára, fulla vinnu frá því ég var 15 ára. Já. Og þá eru markmiðin önnur, sko. Nú er að njóta, en þá var það að vinna sér fyrir nýjum bíl, sko. Það var markmiðið, sko. Hver var fyrsti bílinn? Það var Saab 96. Já, svona boginn? Með tvígengisvél. Já. Og ég er þá á sjó, á Lillinu eins og ég segi alltaf í strákana og þá segja strákandi, pabbi, ekki eina sögun enn. Og ég er ekki komið í bílpróf þegar ég borgaði fyrstu 30.000 krónurnar inn á hann. Hvað kostaði hann? 186.000. Og hvað ár segir þú? Þetta er 66. 66? Já. Já. Sem ég fæ hann. Já. Ég held hvernig var hann á litinn? Hann var grænn. Var hann grænn? Já, við vorum 2 grænir hérna í bænum. Já. Aðalgeir T. Stefansson átti hinn. Hann var hérna, maður fer alltaf á milli ártala, hann var 65 model. Við vorum áhugamenn þetta báðir. Já, en hvað númer var á honum? 2696. 2696, áttu það númer ennþá? Já, gamla númerið ennþá. Þú átt það ennþá, já. Já, ég fekk það svona... Alltaf verið bílamaður? Alltaf með bíladeild, Og
of mikla vegna þess að ég hef aldrei geta látið eftir mér að vera með svona mikla dellu að ég geti keypt þessa bíla sem maður fær dellu fyrir. En ég á mikið af góðum félögum sem að ég nýt að prófa bíla. Hjá þeim. Á síðasta ári prófaði ég bíl sem kostaði 22 milljónir. Algjörlega rosalega fallegu bíl en lítill og nettur og sportlegur, jepplingur, Macan. 22 milljónir. En svo prófaði ég annan, 34 milljónir, Benz, 600. Það var... hann til? Já, akkurat. Sko, ég á óskaplega mikið af peningum. Ég skal leyfa þér að kaupa hvaða bíl sem þú vilt. Það þurfa að vera einhver ákveðin skynsemismörk náttúrulega. Hvernig bíl langar þig í? Ef þú mætti velja núna. Sko, ég nú bara svo praktískur að ég myndi nú ekki kaupa mér bíl. Sko, besta fjárfestingin Ferrari. Það eins og það betra heldur en eiga gullmóla. Það eiga Ferrari? Já. Það var nú verið að selja núna Ferrari á 650 milljónir. Gamlan einhvern? Nei, 6,5 milljarða. Já, það ekki. Gamlan. 62 módelið. Hvað kostar bensínið á hann? Nei, þetta endalaust hægt að fara. Það svo margir góðir bílar í boði í dag, sko. Núna ég með dellu fyrir rafmagnsbílum eða plug-in bílum. Bæði bensín, dísil og rafmagn. Það svona millistigið sennilega. Það sennilega millistigið á því sem rafmagn eða það sem koma skal. Ég hef alveg, og ef einhver á að vera rafmagnsbíl, þá það Íslendingar. Við þurfum ekki að byrja á því að bora eftir olíu eða kolum til þess að geta framleitt rafmagn. Við erum með rafmagn. Það rennur bara. Já, þetta ódýrasta rafmagn í veröldinu á eftir Dubai sem það kostar ekki rafmagn þar. Sko. Jæja, heyrðu, það eru bílarnir. Já, bílarnir. En hérna, sko, þú náttúrulega hefur alltaf, það alveg ljóst að þú hefur alltaf verið sko afskaplega snirtilegur ungum maður. Og það sýnir sig á gömlu myndum og öðru slíku. Áttu þá ekki alveg gríðarlega mikið af fötum? Já, töluvert af fötum. Já. Hendir fötum eða gefir rauða ég gef alltaf, ég get ekki það, ég á ekki nógu, sko, ég á ekki fataherbyggi. En ég kem þeim alltaf í Rauða krossi. Já, en sko, nú náttúrulega þurfið þið og eruð eðlilega mjög snirtilega klæddir í vinnunni eins og þið voruð. Já. Þurftur að kaupa það alls saman eða? Nei, það var samningar það. Já. Það var vel gert við mig, þannig að ég þarf ekki að kvarta undan því. En sko, eins og núna, þegar þú hættur að vinna, hugsaðu það mótnarna í hvað föt þú átt að fara? Nei, ekki mikið. Nei. Núna fer ég bara, stundum ég bara í flíspeysu og gallabuxum, en í dag fer ég í skyrtu að því ég að hitta þig og ég mikill skyrtumaður á gríðarlega mikið skyrtusafn. Já. Og notalegt að vera í peysu, það svo kalt í dag. Já. En eins og ég segi sko, þú ert ekkert að gera. Þú ert hættur að vinna. Já. Hvernig tilfinningin? Ég við það, þú ert búin að vinna frá því varst 15 ára. Já, það náttúrulega alveg æðisleg tilfinning. Að geta akkurat gert nákvæmlega það sem langaði til að gera í dag. Ertu sko búin að ná því strax? Að hugsa þannig? Já. Varstu búin að undirbúa þig? Já. Andlega? Já, það veit ég ekki. En ég var, hugmyndalega var ég búin að vinna þetta og búin að það svo margir sem kom í búina og maður spyr þá sem aðeins á undan manni. Já. Hvernig þeir hafið og hvernig þeir gerir þetta og ég hef búin að læra af þeim. Já, og þú kvíðir engu? Nei. En þarftu ekki að þá, það þá ekki eins og hjá mörgum, að nú þarf ég að fara að dytta að húsinu, nú þarf ég að fara að mála, og nú þarf að fara að mála glugga og eitthvað svona, er þetta ekki svoleiðis líka? Jú, en ég með 3 ára plan í því. Ég byrjaður
ég fekk mér málningu á eitt herbyggi og ég búið mér loftið. Og svo ætlaði ég einn daginn að fara í veggina, en þá datt mér í hug að gera eitthvað annað, þá bara fór ég í það verkefni. Hvað sé kona þín? Hún bara, ég hef ekki orðið að var við annað en að hún sé bara risa glöð með það. En er hún enn að vinna, kona? Já, hún er 65 ára, ég er 68. Já, hvar vinnur hún? Hún vinnur í Ullakistunni. Já, hver er hún, hvað heitir hún? Guðríður heitir hún og er Bergvinsdóttir og er frá Skútum í Gleráðþorpi. Já, þú fórst bara út á hæðina? Bara, já, norður á hæðina. Sko. Já. Þú komist upp Röttubrekkuna? Já, á safnum. Já, á safnum. Sko, hann virkaði sá græni. Við tvígengis? Við tvígengis. Hvað eigið það börnum? Við áttum 4 börn, mistum 1 sem dó 31 árs, Sævar hét hann. Já. En elsti heiti Sigurður. Og svo kom Sævar og svo kom Viðar og yngstur er Elmar. Er þið bara stráka? Bara stráka. Já. Við höfum ekki náð hina en þá. Nei. Nú ertu konið frí, nú getur þú undan við það. Já. Og hvað eru þessi strákar að gera? Búa þeir hér? Já, sem betur fyrir búa þeir allir hérna. Nei, er það? Já. En gaman? Já, æðislegt. Og við erum orðin mjög rík. Við höfum 7 barnabörn og 1 barnabarn. Já, þú er langafi? Já, ég er orðin langafi. Það er nú komið tíma á það, maður er nú orðin það grár. Já, það er Nei, þú hélst í hinnu létt nú dálítið lengi? Já, en ég misti litakvótan 67. Já, en hvað, fannst þér óþægilegt að verða gráhærður? Eða byrjaði snemma að grána? Já, ég man eftir að Hlynur var að setja í mig strípur bara, alltaf hef ekki verið bara fertugt eitthvað svolítið. Ég hef aldrei fengið jafn mikil viðbrögð með nokkrum sköpum. Ég hef nú aldrei verið að trana mig fram, en ég hef aldrei fengið jafn mikil viðbrögð frá fólki, bæði fólki sem ég þekkti og fólki sem ég þekkti ekkert, sem að koma að máli við mig og fannst þessi breyting góð. Þeir eru hættir að líta á hárið? Já. Ég skil það mjög vel. Já. En þetta er bara mjög sérstætt að fá svona gríðaleg viðbrögð bara við þessu. Já, það er náttúrulega líka því að þið eru þekktir í þessari búð frá þessari verslun. Já, það getur vel verið, en ég hef aldrei verið neitt þekktur þannig. Nema bara... Og vilt það kannski ekkert? Nei, ég er ekkert að auglýsa mig. Vilt bara eiga vinahóp og svona? Já. Dandi, það er náttúrulega ljóst að fataáhugi og útlitið hefur snemma komið hjá þér. Hér er Lundagötumynd, er það ekki rétt? Jú, þetta er mynd sem var tekin hjá Stebba Hall og er... Nei, ekki Stebba Hall? Nei, Kidda Hall. Já. Þetta var Kiddi Hall. Já. Hann tók þessa mynd. Hvar var það? Þá var hann innan við, var hann ekki í næsta húsi innan við Bakkahöllina? Jú. Já, einhverstað þar. Fóruð þið þangað? Þá fórum við þangað, þessi félagar, og þetta er Baldvin, Beggi Skans eins og hann var kallaður. Já. Þetta er Róbert Strömmen og þetta er Finnur Bjarnason. Já. Og þetta er títnefndu Dandi. Og eru þið í leðurjökkum? Beggi var í leðurjakka og hann er upphafsmaðurinn að þessi mynd er tekin. Nú. Vegna þess að honum fannst við svo flottir, allir komnir í svona jakka, það kom sending í kaupfélagið af þetta voru gervileður. Við áttum ekki fyrir þetta, hann var fátækt fólk í Lundagötunni. En hann var frumkvöldin af því að þessi mynd var tekin. Og ég var búinn að gleyma því að þessi mynd hafi verið tekin. Vegna þess að við leystum aldrei út þessa mynd. Nú. Þessi mynd, þegar að minjasafnið fer að grúska í gömlu myndum frá honum, þá finna þeir þessa mynd. Og þeir voru með sýningu inn á minjasafnið og þekktu Begga og vissu að ég var á Lundagötunni og báðu mig að
koma inn eftir og líta á þessa mynd og ég gæti sagt hverju voru á myndinni. Sko, það er ekki nóðið síðan í sko gervileður jökkum eða eins og strákurinn sagði, þetta 100% leður. Já, akkurat. Heldur þau sko hárgreiðslan. Já, hárgreiðslan. Dásamleg líka. Já. Þessi var úr Lundagötunni. Þetta var alveg einstak, hann var svona þjóðsagnarpersón. Já, og sko, hann var bæði skemmtilegur og ljúfur. Já. Og ég hef ekkert nema gott hann að segja. Ég held að flestir geti sagt það. Já, og minningar mínar hann eru góðar og þar kynntist maður Presley. Presley var goð okkar þeirra sem eru fæddir fyrir miðja síðustu öld. Og það Beggi átti plötuspilari, eini sem að ég vissi til sem átti plötuspilari í götunni. Og á bakliðinni á plötuspilarinum var hátalari. Já. Það var hægt að taka hlífinu ofan á plötuspilarinum og þar var hátalarinn. Og hann var okkur svo velviljaður að lofa okkur Pollunum að hlusta á Presley kvöld eftir kvöld. Þá sett hann Presley og hækkaði vel í græjunum sem voru ekki mikla græjur. Já. Það var bara móno hátalari og var með þetta upp á efri hæð og við stóðum undir vegnum og hlustum úti. Já, ég stóðum úti og hlustum kvöld eftir kvöld á Presley. Og þetta var rosalega gaman. Þannig Lundagatan var mjög sérstök gata. Já, hún var sérstök gata. Sko, þegar maður man alveg frá æskutíð að það var svo mikið viðskipti það var svo mikið að vera. Já. Í Lundagötunni bjó fátækt fólk, en umfram allt gott fólk. Þetta var mjög gott fólk. Viðskipti voru mikil þarna. Já. Og ef við byrjum sunnan frá, þá getum við byrjað á Þóru Eggers og maður minnist alltaf hennar vegna þess að hún átti fullar skúffur að keksi. Já. Og maður keypti í kílóvíks og í bréfpoka og hún vigtaði. Það var rosalega gaman. Já. Og svo náttúrulega hinum megin var kjöt og fiskur. Já. Og svo ef við förum í Lundagötu 1, þar var svona húsgagnavinnustofa. Þeir framleitu húsgögn. Og svo kemur Kalli Skó. Var hann norðan við það? Nei, já, hann var norðan við. Það var, sko, þetta var Lundagata 1A og svo kom Lundagata 1B. Já. Það var Kalli Skó. Já. Og svo var, ef við fórum yfir götuna, á bakvið Lundagötu 4, það sem Eiki Stefáns átti heima. Já, Stefán Eiríksson og Dísa. Og Dísa. Við tölum við sjónvarpsþætti sko, við tölum Heyrðu, og þar á bakvið var járnsmiður. Já. Norðan við það hús, í endanum á því, eða fyrir norðan það hús, af því við tölum alltaf í áttum, þá var hróar með trésmíðavestæði. Já. Nú ef við fórum, svo þurftum við að fara aðeins niður í Gránufjölsgötuna til þess að þar var kistusmiður. Já. Og við köllum hann alltaf Gósa. Gósi, Hermundar. Já, Hermundar. Og svo var náttúrulega bóla. Já. En í Fróðasundinu, þar var svona þvottahús. Aha. Og svo ef maður fer aðeins norður fyrir bólu, þar var lítil verslun sem að hann hét Jóhannes. Já. Og var pabbi Sigga Jó og Guðmundar Jó hjá Vegagerðinni. Og ef maður fer að fara í mann... Tíminn búinn, sko. Já, þetta var mjög líflegt og svona voru mörg börn, Svartiskóli var þarna og þetta allt saman. Já, það var bara svo var náttúrulega alþjóðsið. Það var nú ekki neitt smá líf í kringu það. Já. Og ég get nú talað það bara í klukkutíma, sko, alla bílana sem áttu góða stuðar á vetrunum. Þá var talað að teika. Það veit nú enginn hvað það í dag, nema sem eru komni yfir miðjan aldur. Hangaftan í bílum. Já, hangaftan í bílum. Það búið.
Það alveg búið, það allir stuðari farnir, þetta allt, það ekki séns, en þetta var gríðarleg kvöldvinna. Heyrðu, hérna, við tölum með það, ég sýni myndina hérna af húsinu þínu, en eins og ég segja, þegar tíminn verða búinn, þá verð ég að taka mynd af þér. Já. Og ég held ég stilli á portrétt. Portrétt, já. Ég nú aldeilis hræddur það ekki? Gullfallegur drengur. Gullfallegur drengur úr Lundagötunni. Úr Lundagötunni. Sigþór Dandi. Takk sömuleiðis. Gaman að spjalla. Sömuleiðis gaman að spjalla við þig.